You say you don't need me, but I'm the only one you call whenever you're lost. You say you got somewhere to be, Nú erum við bara að bíða. but you've been here Ha, since við erum að fara þarna. yesterday with your phone turned off. Lines doing Þetta nýji víkingur. talking, but have you asked your heart? Sounds like a good place to start. Your feelings seem to be left in the dark. Defeated, tired, screaming, what if you ask your heart? Sounds like a Og þetta sem þið sjáu svo hér, þessi fjara hérna sem þið sjáu beint á móti okkur, þessi fjara náði frá horninu hérna hægra megin og að stóru steinunum hérna í sjónum. Hér í gamla daga þegar menn voru hér á flekaveiði og fiskinni hér í kringum eyjuna, þá voru menn hér í tjöldum hér í þessum fjörum og þegar menn voru hér flestir þá voru hér 200 manns í tjöldum á þessari fjöru. Þetta þetta svæði sem að þessi útgerð var á? Já, þegar útgerðin var og hún var hérna undir hérna Svörtulóttu. Þetta heitir Svörtulóttu hér, þið sjáu nú alveg út af hverju þetta heitir Svörtulóttu. Það út af berglæginni hér uppi. Og þegar veiddu mest hér á fugli í kringum eyjuna, þá veiddu þessi 200.000 fugla og tóku 24.000 egg eitt vorið. Það sér ekki alveg á stofninum. Þetta sem við siglum undir núna, þetta heitir Háabrík og þegar við förum hér fram að til þess að ná okkur í egg, þá skutlum okkur hérna fram af og þegar við förum hér niður þá snertum við aldrei bergið. Því að bergið byrjar úti og fer svo inn og svo út aftur. Sjáu það mjög vel núna þegar við siglum aðeins lengra hvernig það kemur. Það er bara losnað á. Það er losnað á, það er búið að vera svo lengi. Þetta sem við siglum fram hjá núna heitir Lundhöfði. Hérna er mjög auðvelt að fara niður og hlaupa eftir eggjum eins og þið sjáu. Þessar syndir eru mjög góðar og mjög fínt að hlaupa hérna eftir þeim. Og þegar við erum búnir þá förum við upp aftur og förum á hornið sem er hérna beint fyrir ofan okkur og látum eggin síga beint hérna ofan í bátinn. Þá siglum við bátinn hérna undir og tökum eggin svo beint á stafninn á bátnum og þannig að það er auðveldara fyrir okkur heldur en að bera það yfir alla eyjuna. Þetta sem við siglum inn í hér núna heitir Uppgönguvík og hérna ætlum við að rölta upp. Það er eitt hérna, þegar við röltum upp og þá ég veit að fólk vil taka myndir sem er mjög gott þegar komið í land. En það er einnig mjög gott að fylgjast með fyrir ofan sig. Því að þetta er náttúrulega að skriða. Þannig að ef þið sjáu einhverja hreyfingu eða eitthvað, þá getið ég látið næsta mann vita fyrir ofan ykkur ef þið sjáu einhverja hreyfingu. Ok? Það er tekið á móti okkur með söng. Eins og vera að vera. Það er hérna hornið. Og þá skutlir við okkur hérna fram af og svo skutlir við okkur veitum eftir. Ég meina, gerð hún það. Það er fílið. Þá er sundlaugin, þá sundlaugin snýr eftir ama, jarðlið, hann var kallar Drangaeyjar jarðlið, ama, það er fór alltaf hérna. Fór og handavöldum hann og Já. Og båtarna kom. Stígur okkur svona honum, hann er pappa á.
Svona, herðu, þegar ég kom upp og þá er bara mjög gott að koma hér og taka hér í járnið og stíga hérna núna á rekkverkið. Svona já. Stíga svo bara þarna upp á og já, stígu frekar þarna, svona já, það er auðveldara fyrir löppina sko. Annars verður hún eftir. Þá er hægt á maður detti sko á milli skils og bryggju sko, það er ekki gott. Stígu svona á rekkverkið bara, þarna var. Glæsilegt. Glæsilegt. Svona já, gott. Það stígum hún og svona er rekkverkið á, þarna og þá er þetta bara ekkert vandamál sko. Glæsilegt sko. Glæsilegt. Það er kannski. Næja, nú loksins komið að því. Svona. Með smá sjórir. Svona. Herru, þá bara býð ég ykkur hjartalega velkomin í Drangey. Takka þér fyrir það. Þið sjáu hérna steypta klumpjarnar sem við stöndum á hérna núna. Þetta var steypt 2003 og það var nú landgangur hér í land, einnig eins og við sjáum hér. Og hann náði hérna og fór hérna yfir þennan stein. Þetta er semst afgangurinn á honum. Hann sem snerist í þennan vetur, þá snerist hann, eða síðasta vetur, og var þá beint hér í land. En fyrir 5 árum síðan þá kom þessi stóri steinn hérna úr horninu þarna uppi og lendi beintun á bryggjunni eða landgangum og endaði svo hér og braut hann fyrir okkur. En þetta gerist á vorin þegar snjórinn og vatni er að fara í gegnum eyjuna og það er náttúrulega einhvers staðar að springa svo út og þetta voru afleiðingarnar þá. En þið sjáu leiðina upp og ég ætla nú að vera síðastur, þú verður bara fyrstur, klár. Og þegar við komum upp í grasið og sjáum sjóinn aftur, að þá stoppum við þar í smá stund og ég segi ykkur smá sögur þar uppi. Þannig að ég verð síðastur þannig að komin allir með mér. Ok? Þá bara gjörið þið svo vel, þeir eru klár.
Jú. Fórst minni alveg. Ha, Ég er bara með allt. fá þér að drekka. Nei, það er ekki. Nei, fá þér að drekka, ekki mér. Og hérna, losaði úlpuna. Hætti. Já, það getur okkur heitt líka, ekki mér. Jæja, þetta er hvað fór mig? Nei. Þá erum við hálflega á leiðinni, sko. Kannski. Kannski. Eða ég sitt hér. Já. Herðu, en hérna sjáum við hæsta punkt eyjarinnar sem er hérna fyrir aftan okkur. Þetta eru 180 metrar og þarna ætlum við að labba upp á eftir þegar við erum upp á eyjunni. Og þegar við komum upp þá er eyjan, hún er mjög flöt og hún er 20 hektarar. Þannig að þetta er ekkert, það er sumir sem halda að þetta sé svo fjall sko þegar við komum hér upp og þá horfum við beint niður hinum megin. En það er ekki þannig. Þarna sjáum við hvað brýtur á hérna aðeins hérna fyrir utan. Það er hvítt í kringu hann og það kemur steinn þarna upp úr. Já. Þarna stóð kallinn eins og kettlinginn en hann hrundi 11. september þennan fræga dag. Nei. En 1755, þannig að hann byrjaði þessi hryðjuverkaöldsumur sko. 11. september. Svo tilengað Bandaríkja sem er þetta, alveg hreint í. Herðu, hérna sjáum við stiga. Þarna er stigið upp í Lambhöðan. Þarna förum við upp þegar við vorum að ná okkur í lunda eða ná okkur í egg, þá förum við þarna upp. Stiginn er bara fastur uppi, hann laus niðri, þannig að þegar við hlaupum þarna upp og þá dinglar hann vel til og frá. Og þarna sjáum við hvar stóri steinninn kom úr þessu horni hérna. Hann kemur úr þessu horni hér. Þegar hann rúllaði hérna niður og lenti beint á bryggjunni fyrir okkur. Og þarna upp á horninu sjáum við hérna lyftu. Þetta er vörulyfta hjá okkur og við setjum sem sagt upp reipi þegar við erum hér upp í eyjunni. Þá setjum við reipi upp og það fer niður á bryggju og upp aftur, fer í hring. Og þegar við höfum háað eða náð okkur í egg þá látum við það hérna lundan eða eggin fara niður og hérna látum þá vatn eða olíu fara upp í staðinn þannig að við þurfum ekki að bera þetta allt saman hérna upp. Aðeins að létta okkur þetta. Hér fyrir aftan okkur sjáum við svo stóru steinana hérna niður í fjörunni og þetta hrundi allt í vor. Við sjáum hvað er nýtt hérna í berginu, hvernig það er nýr skurður hérna alveg. Og þessi sylla fór öll, það var svona smá nef hérna út og það fór svo allt í vor. Það er sem sagt mikið að hrynja úr hún. Það er ekki mikið að hrynja, þetta sem gerist núna í vor og það eru 5 ár síðan þetta gerist. Það eru 5 ár á milli. Þannig að það er svona, mér finnst það nú kannski ekki mikið hérna, mér finnst það ekki mikið með hvað hún er sko, og hún er náttúrulega úr, maður sér sömu sprungurnar eins og þú sagðir áðan sko, maður sér sömu sprungurnar alveg hreint ár eftir ár sko, í berginu. Þetta dæra sem þið vitið að hafa í 5 ár? Já. Þannig að, og maður sér það náttúrulega eins og hérna sko, það er náttúrulega mikið vatn sem kemur í gegnum hana. Þannig að, já, svo það er helvíti öflugt frost í sko. Já, báturinn er farinn, við erum að synda í land. Það eru fordæmi fyrir því. Það er fordæmi fyrir því. Já. Hvað er langt? Það er 7,1 km. En þið sjáu leiðina hér upp og þetta er nú auðveldari parturinn hérna sem þið sjáu hér sem við þurfum að labba upp. Og þegar við komum upp á eyjuna þá munið þið sjá hús þar uppi, að kofa. Og ég ætla að biðja ykkur að passa ykkur í kringum kofan því að ég er með menn uppi sem ákveða það að fara í að mála kofan fyrir mig. Þannig að hann er nýmálaður. Og handrið einnig í kringum skálan er nýmálað þannig að þið passið hérna hendur og flíkur. Þannig að við skemmum ekki neitt. En af því að ég er með astma sko, ég er Já, búin að astma já, þú hefur farið full geist á stað. Allt á stað. Er það hérna og er mikið bratt eftir eða erum við búin með mesta bratt? Sko, þetta er mesta skriðan og mesti brattin hér sko. En svo þegar við komum hérna fyrir horni hér og beint upp, þá löpum við samt beint upp sko, en þar eru tröppur. Svona hérna, eins og var hérna restina sem þú fórst upp, en náttúrulega miklu betri bara. Þannig þá ætla ég bara að fá að vinna mest í þessu. Já, það er bara ekkert vandamál sko. Ég er bara að reyna að hlaupa svo ekki verið sko. Við förum bara á okkar hraða sko, það þýðir ekkert stress sko. Herðu, en þegar að menn eru klárir, ég sé að ungviðurinn er klár, þannig að þá er bara að tölta af stað.
þú að vera með mér? Já, ég skal bara vera með þér. Það er... Ég var bara að tala um manni. Já, mann, já. Við Hafið allir vera með þér? Já. Já, ég hérna það. Þú getur valið bara. Ég get allan að fyrir fram þess að geta ná mynd. Já, takk fyrir mig. Við skulum leifa honum. You say you don't need me, but I'm the only one you call whenever you're lost. You say you got somewhere to be, but you've been here since yesterday with your phone turned off. Mind's doing all the talking, but have you asked your heart? Sounds like a good place to start. Your feeling seems to be left in the dark. Defeated, tired, screaming, what if you ask your heart? Sounds like a good place to start. Cancel on your friends to be with me
Erum við búin þar og þá löpum við upp á hæsta punkt eyjarinnar. Þannig að við löpum svona í hálfgerða áttu og hálfgerða hring. Þannig að þetta er, við byrjum svolítið í Grettisbælinu og ef að fólk hefur eitthvað með sér að drekka eða eitthvað svoleiðis og vill setjast niður því að við munum sitja þar í svona 20 mínútur, 20 mínútur. Ef að fólk hefur eitthvað með sér þá er mjög gott að hafa það með sér. Hvernig finnst það? Sko, við erum með félag sem heitir Drangeðarfélagið og við erum með félagi 45 menn og einn kona, er ekki einn kona? Það væsir ekki menn hér. Nei. Hér geta sofið 9 menn. Það er í Drangeð og það að monta sig að því konuna séu léttari heldur en við kallarnir, þannig að það er auðvitað að kippa inn upp. En við sem sagt sjáum eigina, sjáum að halda öllu við hérna eins og við sjáum að mála og sjæna og borgum fyrir það allan vetur, við erum bara með svona púls, lengjum í púlkinni yfir allan veturinn og já, og svo fáum við að nýta eyjarnar í staðinn, sjáum að hlutkvölduna, sjáum að skála, sjáum að byggjuna niður, við þetta í okkar bara og fáum þá að leiða sem þetta og það já, algjörlega aðeins. Það er tilskipt. Þetta verður eins og borgir. Er það svona? Já, þannig að það er rosa fínum þetta og frálæðum og það. Það er svo vel að það er eins og lappa. Bara að það er eftir þessu, því ég veit ekki hvað það er. Það er svona 6 út í 10, það er ekki alltaf margir að koma sem bara bóta niður. Þá erum við bara að fyrir. Við erum með hæð, það er helmaðurinn, það er Steinar og Ólafsdóttir, hann er helmaðurinn. Það er spottið sem settur utan hælinn. Já, það er svona öryggis. Ef við klikkum eitthvað á spottanum þá getur hann sett bara auka bragð á hælinn og það er ekki bætið. Síðasta mannsfall í Drangey er 1924. Þannig að það er... Nei, það var Friðrik. Maron Svartar. Já, með Maron Svartar niður og Friðrik sótt 1923. Og þá sko rótast Friðrik, Maron, í hlaupinu, fær þá stein í hausinn og við erum sérst með þetta þannig að þegar við erum með í beltinu núna þegar við erum í síga þá kemur þessi spottinn upp og fer upp á eyjuna. Við erum sérst með öryggisól sem að fer utan reipið og kemur hér niður. Þannig að ef við rótumst, þá snúumst við ekki við í vaðinu. Þannig að hún sérst tekur við þannig að maður liggur þá frekar að berginu. Þannig að það er hægt að kippa mann upp. En þegar þeir voru að síga þá var bara spottinn beint í. Hann sérst fær stein í hausinn, var náttúrulega ekki með hjálm heldur. Og þetta gerist 1923 og hann fær stein í hausinn og rótaðist. Og hann snýst við í vaðinu, þannig að lappirnar voru upp og hausinn niður. Þannig að það var náttúrulega, það var ekki hægt að gera neitt. Og þá var Friðrik við sig í lambauðanum. Þeir þurftu að bera allt rastið hérna yfir og yfir í hlaupið, þurra eyjunni. Og hann þurfti að fara á eftir honum niður og hjálpa honum svo niður í fjöru sem er þetta beint fyrir neðan. Og þeir fóru svo með hann á bát úr fjörunni og inn yfir í Hofsós. Og þar var sett í hann plata í hausinn á hann og hann lifði þetta af. Já. Þá þurfti nú ekki að fara til Akureyrar eða Reykjavík til að setja eina plötu í hausinn á manni. Þannig að lifði lengi og drakk vel og var kalt oft á hausnum. Keyrði hér mjólkurbíl grimmur um bæinn á. En svo sko 1924 þá er þessi Friðrik að hann er þá við sig í lambauðanum og ég sýni ykkur það á eftir þegar við erum upp á hæsta punktinu og sjáum það mjög vel. En hann sem sagt fer niður og hann er sem sagt afi Árna Malla og Bigga Malla, einhver sem þekkja til á klubnum, Árna Malla og Bigga Malla sem er hérna þú þekkir þá? Já. Og hann sem sagt fer niður og þegar hann er að koma upp aftur
þá ætlaði maðurinn á stokknum sem kallað maðurinn sem segir mannskapnum hvort þeir að hífa eða slaka eða halda. Hann ætlaði að rétta hendin út til þess að kippa honum upp á eigina, en þegar þeir rétta hendina hvort öðrum þá slitnaði ripið. Oh my god. Og þetta gerist 1924 og hann rappar hér niður í Lambhöfðanum og þeir fundu hann ekki strax, en svo fóru þeir hér heim í tjaldnautina og nóttina dreymdu mann hvar hann væri og þeir fundu hann svo undir hönginni og í Þara daginn eftir. Þetta skeður svo árið eftir að hann bjargaði Já, það? árið eftir að hann bjargaði varanum. Þannig að þetta er svolítið... Þetta er svolítið nafnburt. Já, þetta er svolítið nafnburt. En það hefur ekkert svona alvarlegt, en Ásta Birna lenti einu sinni á nákvæmlega sama stað í slysi. Þegar Grettir var hér úti, þá var hann hér úti í 3 ár og Grettissagan er nú gríðarlega löng og ströng, en hún gerir sem sagt hringinn í kringum landið og einnig er það náttúrulega þegar hann fer til Noregs. Þegar hann kemur frá Noregi að þá var hann búinn að vera útlægur frá Íslandi í 19 ár, en ef hann gat verið útlægur í 20 ár þá var hann frjáls ferða sinna. Þannig að menn vildu náttúrulega drepa Grettir því að hann hafði lent á lífinu með félögum sínum og byrjaði þannig að drepa menn. Og það er sagt að hann hafi verið 13 ára þegar hann var gerður útlægur og hann hafi verið drepið Hérna sjáum við Grettisbrunninn, þetta heitir Grettisbrunnur frá horninu hér og alla leiðina yfir og við sjáum hvernig þarna undir bjarginu svona er skuggi. Þarna upp undir er Grettisbrunnurinn sjálfur. Þarna er pínulítil hóla en vatnið sem kemur í gegnum eigina og fer þarna út og það er ekkert rosalega gott að fara þarna og drekka þetta vatn því að fuglinn mígur og skýtur honni í þetta. En ef maður þarf að bjarga sér þá lætur maður flösku upp í bergi og það er allt í lagi að drekka eða dropar beint í flöskuna. Þá er allt í lagi að drekka það. En þegar við förum hér niður og þá löpum við hérna niður eftir grassinu og löpum hérna meðfram berginu og svo er stigi hérna beint niður. We'll take your word for it bara. En við sjáum, þetta er svona áskorun sko, svo sjáum við hann betur þegar við stöndum þarna sko. Ekki núna? Nei. Þannig að þetta er hérna... Hann var ekki að bóa hann? Ég meina, sótt hann vatnið þá? Já, þarna á hann að hafa sótt vatnið og þegar hann fór hér onni að þá var talið að hann hafi labbað þarna ofan á grjóti hérna sem er hérna beint fyrir neðan hérna brúnina. Hann hafi labbað þar, þetta eru kallaðar Grettisþrep og hann hafi labbað hér og hér undir og hér var sem sagt horn út þannig að hann gæti labbað hér fyrir en það er allt saman farið núna. Þannig að við þurftum náttúrulega að finna okkur nýja leið og fórum þá hér fram á og hérna niður. Sem mikið auðvitað. Mikið auðvitað að hlaupa hérna niður. Skýla mig sko. Og það var að væða hérna Grettir eitthvað. Það er alveg og mikið. Þú gerir herra og miklu herra. Halló! Já. Það er alveg sko. Það er eins og hérna. Jæli, jáhú! Það er eitthvað að kalla á það meira? Já. Það er sko, það ég sagði ykkur áðan með Friðrik þegar hann rapaði hér í Drangey að það gerðist hér beint á móti í Lambhöfðanum.
Þið sjáu hvar vaffið kemur hérna inn í hérna alveg yfir sjóinn. Það kemur svona stór klettur, þessi stór hérna hellir þarna inni. Þar sem það gerist þetta. Og þetta gerist líka þarna með Ástubyrnu á þessum stað. Og svo getur maður séð, svo ég haldi áfram, þá getur maður séð andlit hérna beint á móti okkur. Nákvæmlega í þeim hellir er annað augað og akkurat hinum megin er minna auga og svo er munnurinn opinn. Það kemur svona grastóta alveg hérna yfir sjóinn eiginlega. Það er munnurinn og smá hellir og svo koma augun hérna fyrir ofan. Eins og sé tár meira þess að hérna hægra megin. Þetta er eins og ópið, það var einhver sem sagði það, þetta væri eins og ópið. Þannig er komið hérna Edvard Munch og stólið hugmyndinni. Ég sé það. Jó, þú sér hérna niðri, það kemur vaff hérna inn í hérna sjónum. Aðeins hægra megin, það kemur svona gras, það kemur gras þar. Það er munnurinn. Svo færir okkur upp. Það kemur gras aftur hægra megin. Já, svona svo hauskúpa eiginlega. Þetta er svona einn skemmtilegasti staður eyjarinnar finnst mér því að maður sér virkilega hvað hann er stór og mikil og maður sér hérna alveg yfir allan fjörðinn og þannig eyjan er 20 hektarar. Hvenær var hægt að beita fé? Það var bara á tímum Grettis. Það hefur ekkert komið fyrir en þeir náttúrulega sló hérna. Ég þarf nú eiginlega að spyrja Jósef að því hvenær var eyja hér síðast. Gaman að geta sagt frá því að myself, that's all I
Bilba. Og sjá, og ná, hopp og sí. Þetta hafðist. Það er betra að koma Hörru, takk fyrir. Já, bara, Það var æðislegt. fyrir komuna sko.